Hvernig ég prjóna ermar neðan frá og upp. Hér er ég búin að fitja upp með húsgangsfiti og ástæðan fyrir ég nota það er að ég vil hafa opið á erminni með þröngt og húsgangsfit gefur lítið eftir þannig að þá er það þrengra. Við ætlum að gera svo kallega töfralykkju sem felst í því að hérna er það sem við spottarnir sem enduðum sem við fitjum upp. Það færa svona 4-5 lykkjur yfir hérna á prjónun, svona. Hinum megin passa að sé ekkert snúið, að þess að allt sé rétt. Það liggi hérna í beinni línu, tökum fleiri hérna megin, beygjum og færum hérna fram að. Ég prjóna gatnið með, endan með þegar ég byrja að prjóna, en ég fitja alltaf upp einni lykkju aukalega þegar ég byrja, vegna þess að þá sést minna skil í prjóninu hvar prjónið byrjar. Og það er gert með því að steypa fyrstu lykkjunni yfir á hægri prjón, fara beint inn í næstu og steypa yfir. Færum lykkjuna aftur yfir á prjónin og hér myndi maður setja merki. Reyna að strekkja vel á og þá prjóna ég hér ein slétt og önnur slétt og þetta ein brugðin, 2 brugnar. Þetta er mjög algengt uppfit á stroffi á peysum og á ermum. Nú er það bara fínt að prjóna svona 4 lykkjur með og slétt. Brugðið. Ég ætla að taka þetta hérna og færa aftur svona lykkjurnar svona. Það færi þennan prjón alveg aftur tilbaka. Og ég ætla að beygja hann líka, en hér er meira á prjóninu því að við erum að prjóna í þessa átt. Getur verið svolítið þröngt. Fyrst aðeins fyrir sérstaklega þegar maður er að prjóna svona með fínu gatni. Svo held ég bara áfram hérna, var ég 2 brugnar, nú eru 2 sléttar. Brugnar og svo held ég bara svona áfram alltaf. Endurtek þetta alltaf. Klúður hérna hjá mér. Svo 2 brugnar. Nú er bara eins og ég væri komin út að enda og færi í þennan prjón. Alveg hérna tilbaka. Og dreg alveg eins langt og ég get. Og beygi og færi fram. Og held áfram. Slétt. 2 slétt.